Kristján Kristjánsson heiti ég og sviðsstjóri á málm- og véltæknisviði Iðunnar fræðslusseturs. Það sem við ætlum að gera núna að ventlastilla dísilvél. Við þurfum að ventlastilla dísilvélar bara út af þenslu sem verður í vélunum þegar þær hitna. Og sérstaklega ventlarnir, útblástur og sóloki, þeir þenjast og við þurfum að gera ráð fyrir því í vélinni þannig að hún haldi fullum þrýsting, sem sagt þjapp þrýsting og kveiki í eldsneytinu. Ef svo ekki þá fer hún bara að reykja og jafnvel slökknar á henni eða drepst á henni. Það einn hlutur sem við þurfum að muna, því við erum hérna með 4 sílindra og við erum með fjórgengisvél en vinnurhringur dísilvéla, fjórgengisvéla 720 gráður. Og úr því að við erum með 4 sílindra vél þá erum við með 180 gráður á milli strokka sem eða vinnurhringstrokkana, hvar hann byrjar. Og þessar vélar eru þannig stiltar að þeir vinna yfirleitt 2 og 2 saman strokkarnir. Þeir vinna yfirleitt þannig að þeir sem að fara upp, til dæmis 1 og 4 og þá eru 2 og 3 að fara niður og svo öfugt. Í ventlastillingu þá ágætt að vita það að það hefur verið merkt hérna inn á reimskífuna staðan á sveifarásnum þannig að þegar að sveifarásin með ákveðin strokk í toppi þá hægt að ventlastilla hann. Og kveikiröðin á þessum vélum yfirleitt 1, 3, 4, 2 og það hægt að miða við það að ef við tökum 4 og 2 sem eru öftustu stafirnir og færum þá undir 1 og 3 að ef við ætlum að stilla 1 þá þarf númer 4 að vera vagga og ef við ætlum að stilla 4 þá þarf 1 að vera vagga. Og einnig ef við ætlum að stilla 3 þá þarf 2 að vera vagga og ef við ætlum að stilla 2 þá þarf 3 að vera vagga. Þannig hægt að gera þetta á mjög einfaldan hátt og ef maður snýr í rétta snúningsátt þannig að þeir komi 1, 3, 4, 2 þá þarf ekki að hafa nema 180 gráður á milli ventlastillinga. Þetta þetta svokallað ventlalok, best að taka það bara af. Og þá sjáum við ventlana hér, þar sem 1, 2, 3 og 4 og kveikiröðin 1, 3, 4, 2. Og hún yfirleitt alltaf sú sama á fjórgengisvélum. Ég segi yfirleitt því það við getum alltaf fengið einhverjar undantekningar. Þá bara best að byrja á þessu. Og það sem við þurfum að gera náttúrulega að skilja hérna framan á eru merki sem við getum notað til að miða við. Og við ætlum að byrja á því að törna vélinni. Það kallað törninni þegar við erum að snúa henni. Og nú ætlum við að byrja á 1 og þá þurfa númer 4 að vera vagga. Sko hérna nú útblásturslokin að fara niður. Svo höldum við áfram. Þá sólokin að fara niður. Ég ætla að fara hérna á númer 1 og þá sjáum við hérna merki og nú 1 í toppstöðu. Sem sagt báðir ventlarnir eiga að vera lokaðir og við getum fundið það nú eitthvað ventlabil hérna því að þessir voru að vagga hérna á númer 4. Og þá losum við bara hérna Tökum fölurinn sem mælitæki sem notuð til að ventlastilla og það 0,25 og samkvæmt bókinu þessa vél sem Mitsubishi S4Q að þá það 0,25 bæði á sog og útblástur.
Þetta fínt. Og við þurfum að miða við það að fölurinn hann taki aðeins í hérna. Hann sé ekki alveg fastur. Þá erum við búin að stilla númer 1. Og við sögðum 1, 3. 3 er þá næstur og þá þurfa númer 2 að vera vagga þegar við getum stillt númer 3. En það á að vera akkurat hérna megin. Og nú er bara að muna snúningsáttina í hvora áttina þetta snýst. Það er númer 3 sem við ætlum að stilla, þá þarf númer 2 að vagga. Nú er hann að fara niður hérna númer 2. Útbásturslokkin og við höldum áfram. Merkin standa á núna og þá hreyfum við hérna aðeins, já. Þeir eru lausir hérna. Það þýðir það að við erum væntanlega á réttum stað. Og eins og þið sjáið þá er ég með skrújárn sem ég set hérna ofan í rauf og stilli með því að lengja eða minnka hérna bilið. Þá erum við búin að stilla númer 3, sem sagt 1 og 3. Og þá er bara að fara í það næsta. Sem er númer 4. En þá þurfa númer 2 að vera vagga. Hérna sjáum við númer 2 er að loka hérna. Hérna erum við á merki. Þá stillum við númer 4. Þá erum við búin að stilla hvað? 1, 3 og 4 og þá er bara 2 eftir, en þegar við stillum 2 að þá á 3 að vera vagga.
Nú tekur hann í, hann á góðum stað. Við herðum. Hérna tekur hann í, á góðum stað og við herðum. Þá erum við búin að ventlastilla þessa vél, en það er rétt að taka fram að margar nýtískuvélar, þær eru með svokallað vökvaendurrittur og þá þurfum við ekki að vera svo mikið að vesenast í ventlastillingum. En við erum mjög ofta að fá vélar sem eru svona eldri típur og þær þarf að ventlastilla og þegar verið er að keyra þá þarf helst að ventlastilla þær svona 6 mánaða fresti. En að sjálfsögðu gerum við það allt saman eftir fyrirmælum framleiðanda og pössum okkur á því að fylgja því sem þeir segja. Ég þakka fyrir mig, en þetta var bara hvernig við ventlastillum á einfaldan hátt.